tala um mataræði og ég, mér minnir að síðast þegar þú komst til mín, það verið á Carnivore. Já. Það fór vel í þér, ekki? Það fór mjög vel í mig, jú, það gerði það. Ég hef aðeins svegt út af því. Það er svona oft maður fyrir ferðalag eða gerir eitthvað, þá breytir maður. Og ég er svona, ég er eiginlega að finna hvaða mataræði líkaminn vill vera á núna. Ég er svolítið þar akkurat í augnablikinu. Finnst þið líkaminn vera að biðja þú sagðir að vera best á bara vatni? Nei, líkaminn vera að biðja létta fæðu? Já, hann er að biðja mjög létta fæðu. Hann er að biðja mjög létta fæðu. Ég elska bláber og ég drekk mjög mikið vatn. Ég fæ mér 1 kaffibólla yfirleitt á dag. Það er svona markmiðið að fara ekki yfir það. Og svo er ég bara að blanda aðeins saman kjöti og ég hef ekki borðað mikið grjón eða svona fræ eða eitthvað þess, þetta er í langa tíma og ég er aðeins að prófa að finna út hvernig quinoa fer í mig. Já. Þá síð ég það bara eins og graut, sko, og setji í það salt og svo setji í það smá chíafræ. Ég bara sjá hvað líkaminn segir. Þannig ég er í mjög miklu samskiptum við líkamann akkurat núna og hlusta á hann. Og þetta er svona tímabil. Við erum með, sko, það er svokölluð norðurnóða og suðurnóða í stjörnuspekinni og hún er núna, sko, í fisknum og meginni. Það segja norðurnóðan er í fisknum og suðurnóðan er í meginni og þetta er svo kallaðir heilsuás. Þannig við erum að skoða heilsuna og við erum að skoða líkamann, hvað hann er að segja okkur og hvað við þurfum að gera fyrir hann. Hvort við þurfum að hvíla hann meira eða hvort við þurfum að fara í nudd eða hvað við þurfum að gera fyrir auðgufu eða hvað annað, sko. Þannig við erum svona að finna út hvað er hann að segja. Einmitt. Og ef maður er með verk einhvers staðar, að þá af hverju er verkurinn þarna og hvað er verkurinn að segja mér og hvernig get ég tækla það til þess að mér líði betur án þess að gera eitthvað, sko, ég horfi alltaf á matinn og svo horfi ég á svefnin og svo horfi ég á hvort ég get borðað átt einhver krem, ég þá auðvitað með CBD, olíukrem eða eitthvað, og svo skoði ég, já, þarf ég eitthvað meira. Þannig að ég held að þetta sé svolítið mikið undir okkur komið og ég held að við séum líka, sko, það er verið að stoppa okkur aðeins. Klárlega. Af því að við höfum öll verið bara á í hamstursjólinu og verið rosalega dugleg, það hefur verið svona dugleg, hefur verið millinafni hjá okkur mörgum og ég held að það sé verið að stoppa okkur vegna þess að það er sko nýbúið að vera almyrkvi á tungli og almyrkvinn á tungli þá var tunglið var í fiskum ef ég maður rétt. Allavega hvar sem það var þá var almyrkvinn og almyrkvinn er svona hann er svona að loka á þetta gamla. Og núna höfum við smá bil þangað til að það verður sólmyrkvi 21. núna, september, á jafndagrum. Nei, 21. september á jafndagrum. Og þá opnast í rauninni nýja hliðið. Og við erum að gera upp svo marga hluti. Og ég held að, sko, ég var myndið að hugsa það þegar að ég var að keyra hingað að þá var ég að já, maður þarf að plana fyrir framtíðina, en maður getur ekki planað út frá sömu forsendum og maður er búin að vera að plana í fortíðinni. Nei. Af því að það er alltaf breytast. Og þú sér það, sko, það er búið að vera spáð því að stjórnkerfin og annað þess aftar í heiminu gamla kerfið munir hreinja og við horfum á bara lönd í kringum okkur þar sem að hlutirnir eru alls ekki að virka eins og þeir hafa gert hingað til. Af því að kerfin, það er sko orkan og tíðnin í orkunni hefur hækkað og gömlu kerfin, þau lifi ekki í þeirri tíðni. Nei, og þá hugsa maður líka, sko, að því það er lengi búið að tala um þetta með kerfin og manni finnst alveg ótrúlega þraut segja í kerfunum. Það er allt gert til að láta það virka. Já, það er allt gert til að láta það virka, en síðan má nefnilega líka alveg færi þetta í að, þú veist, eitt er að þessi kerfi mitt
og ég reddi mig við hann Gunnlaug stjörnuspeking svolítið mikið þetta, að þú veist, að hann var einmitt að tala þetta, sko, að kerfin, og það sem gerist þegar kerfin byrjar hinnir að þá náttúrulega þarf svolítið að ítast upp sjálfsábyrðin á móti, að því við þurfum þá bara, þú veist, við getum ekki lengur treyst á einhver kerfi sé að fara að bjarga okkur, sko. Einmitt. Og þá, jafnvel má færi þetta í, þú veist, hvort það sé að verða til nokkra tímalínur, að því nú var meldingi mín orðin mjög slæm og þá fattaði ég bara, mér dettur ekki einu svona í hug að tekka inn í heilbrigðiskerfið, mér dettur ekki í hug. Nei. Ég bara skoða, get ég fengið stúltest hjá Greenfit, einhver klinik út í heimi, ég veit ég þarf að borga fyrir þetta, Já. En kerfið sem á að heita heilbrigðiskerfi, mér dettur ekki einu svona í hug, vegna þess að ég búin að fara til meldingalæknar sem segja við mig, já, ertu ekki bara að borða rista brauð, er það ekki bara flott, skilur? Og þá ég ekki að segja, örugglega eru til mjög góður meldingalæknar að úti sem að hugsa þetta aðeins öðruvísi, en það er bara, þú veist, þá það bara, ég þarf bara að redda mér. Skilur, það er til fært fólk, en það er fyrir utan kerfið og þess vegna þarf maður að borga það fullu verði því miður. Já. Og meiri segja bara að fá almennilega blóðpröfur, það er bara miklu einfaldara að borga fyrir þessa þjónustu fyrir utan kerfið. Já. Skilur, þannig að má alveg færa rauk fyrir því að kerfin séu runnin. Þau eru bara svolítið hætt að virka. Já, en mér er svo áhugavert sko, að fylgjast með bara síðustu daga, þá er ég búin að horfa og hlusta á fréttir, þar sem ég er náttúrulega búin að vera að fylgjast með Ibrahim Traoré í Burkina Faso og hann er búin að reka út franska herinn, nummer 1. Hann er búin að taka til í stjórnmálakerfinu og allir þeir sem hafa verið á mótum hér og þar, þeir hafa bara verið teknir út og settir í fangelsi og dæmdi fyrir í rauninni svik við föðurlandi. Það er hann stýrir núna öllum gullnámum og öllum olíulindum landsins sem að Frakkar voru áður með. Þeir eru búin að reyna að senda inn á hann ómertan her. Ok. Með svona, hvað kallaði það, svona mercenaries, hvað er það kallaði íslensku? Já, svona skerliðar eða? Nei, það er ekki skerliðar. Mercenaries, já. Mercenaries eru í rauninni sko bara svona atvinnu hermenn sem eru til sölu fyrir hvern sem vantar einhver til þess að gera eitthvað. Og Frakkland er í pati vegna þess að þeir eru ekki að fá gull og allar þessar afurðir lengur sem þeir eru búin að merksjúa út úr löndunum í Afríku. Mali og Níger hafa líka, þeir eru komin í þau svona 3 ríkja bandalag með Burkina Faso sem að þýðir að þeir eru bara að hreinsa til heima hjá sér og þeir segja landið og auða við landsins eru fyrir fólkið. Einmitt. Og þeir eru að gjörbreyta, þeir eru að sko algjörlega að fletja út gamla kerfið sem stýrði þarna. Það situr náttúrulega efnahag Frakklands í pat og mér skilst að sko ríkisskuldabréf Frakklands hafi hrapað niður fyrir það versta sem var hjá Ítalíu á sínum tíma og alltaf að tala með Ítalía og Grikkland væri Lasarusar í fjármálum og annað þess að það. Svo sjáum við hvað er að gerast hjá Kermer í Bretlandi sem að menn eru teknir til fanga fyrir að hvað var það, einhver hafði skrifað moppet eða eitthvað, þú veist á einhvern samfélagsmiðl og tekið til fanga fyrir það. Þannig að þú veist málfrelsi, það er verið að reyna að halda öllu niðri með svona ógnarvaldi og fólk brýst svo það sem gerist í Nepal núna nýlega þar sem að ríkisstjórnin bannaði alla samfélagsmiðla og fólki var bara brjálað og það var með mótmæli og það réðist að og hermennir sem voru áttu að hefta mótmælin, þeir flúðu inn í þinghúsi og þá bara fór fólkið á eftir. Já, þetta er áhört. Ég er að kynna mér þetta sem þú ert að segja Burkina Faso því ég hef svo mikið hugsað þetta mitt þegar ég hef verið í Tansaníu. Já. Einmitt bara auðavinn í landinu. Auðavinn. Og reynda Tansaníu er eitt sko besta Afríkuríkið af því þeir einmitt fyrsti forsetin held ég að fara rétt með Julius Nyerere, hann sem sagt sagði, hann sagði við ætlum að halda þessin námugröftur og svona dót, það er bara frekar nýlega að byrja í Tansaníu, af því hann ákvað þetta er eitthvað sem við ætlum að eiga fyrir okkur og ef einhver kemur og byrjar að vinna þetta þá verður hann að vinna þetta í landinu, ekki bara það má ekki selja þetta fyrir slik sem rávoru
úr landinu okkar. Já. Og þá hugsa maður, El Salvador er náttúrulega áhugavert, þeir eru fyrsta landi sem er að taka upp Bitcoin sem gjaldmiðil. Já. Þannig að það er áhugavert hvernig þeir út af því að við höfum haft það svo gott í Evrópu og þá erum við með þessi kerfi og kerfið á hvernig það gerir okkur örugt, en svo erum við bara núna að sturta peningum í kerfið sem er hægt að virka og mér sko, ef þetta heldur áfram þá eru aðrir heimslutar að fara að taka fram úr okkur. Þeir eru náttúrulega margir sko hverjir búin að taka... Það er að meina efnahagslega. Sko. Já, efnahagslega langt fram úr okkur og og það er svona, það er eins og sko pólitíkus sem sé bara með frekar litla heimismynd. Þeir eru ekki að skoða allt það sem er að gerast. Nei, við erum rosalega Evrópumiðuð. Já, það er bara... Og Bandaríkin, en annars bara vitum við ekkert hvað er að gerast í heiminum. Nei, og það er ofta... Þegar þú segir Burkina Faso, og ég bara, ég kannski 1% af fólki á Íslandi sem hefur hugmynd hvað er að gerast þar. Já, ég er búin að, ég veit ekki, ég bara datt inn á einhverja frétt þetta og ég bara verið heilluð af því sem að Ibrahim Traoré, sem er forsætisráðherra núna, eða forseti landsins, sem er að gera vegna þess að hann er bara í tiltekt. Bara algjörlega og með sér hann er að fá fólkið í landinu til að þrífa í kringum sig, þú veist, allt ruslið og hann á þess að gamla bíla sem eru númerslausir og allt, hann bara fær fólki að því það fattar allt í hennu að þetta er fyrir það. Einmitt og það er þessi samfélagssáttmáli, sama, ég kann nú ekki að segja alveg frá það eins og í El Salvador að það er bara eitt versta land í heimi þegar að koma glæpagengjum en svo er hann bara að snúa öllu við. Já. Einmitt, taka upp Bitcoin sem gjaldmiðil og búa til stemningu hjá fólkinu þar sem þeir líður eins og sko þetta ánáttúrulega að vera þannig að stjórnmálamennir eiga að vera þjónar okkar og kerfið á að þjóna okkur. 100%. En ég held að hjá okkur er farið að líða eins og þetta er kerfið á mót okkur. Já. Og þá nærði ekki þessari stemningu þar sem þú getur virkjað fólkið í að byrja að búa til betri kerfi, búa til betra samfélag og minnst það svona einhvern veginn að vera að hugsa þegar þessi fjárlög komu núna í gæra eða fyrradags á Íslandi. Fyrsta sem hugsaði bara við erum háskattaland sem er að sturta meir og meiri peningum í ríkið með þjónustu sem er næstuði að verða eins og þriðja heims ríki. Og þá bara, fyrir mér var síðustu alþingiskostningar, bara stærsta kostningamálið hver til í að fara að nú taka til. En íslenska þjóðin var ekki alveg sammála mér. Nei, ég veit það, sko, það er nú það er, við erum svo hrædd við breytingar. Það vilja allir hafa, þetta hefur nú bara alltaf verið svona, við bara höfum þetta bara svona áfram, skilur við, og það gerir það verkum, en við erum svo hrætt við breytingar, þannig að ég ætla nú bara að kjósa sama flokk og ég kaus síðast og þar á undan og þar á undan og þar á undan og þar á undan, skilur við, af því að ég vil ekki fá mikla breytingar, ég vil hafa svona eitthvað öryggi. Það er ekkert öryggi nema hér inn í okkur. Frábærbúndur. Það er ekkert öryggi annað til, heldur það sem við búum til hér. Nákvæmlega. Og þetta með sko samfélagið í heild sko, bara við tökum landsöluna til útlendinga hérna, það er náttúrulega, við erum búin að selja og leyfa útlendingum að kaupa upp fullt af landi, eyjan er bara mikið stór. Já, gallin á Íslandi og í náttúrulega mjög mörgum löndum er alltaf að það er bara verið að horfa eitt kjörtímabil fram í tíman. Já. Þannig að bara ef við getum grætt eitthvað smá á þessu núna, þá bara tökum við þetta. Já. En það er ekkit vision sko 50-100 ár fram í tíman. Nei, við gerum ekki svona plöni eins og rússar og kínverjar og indverjar er að gera. Þú veist, þarna þau eru að rísa upp úr fátækt, ef við getum sagt það svo. Og ekki kannski Rússland, en Kína og Indland. Og það náttúrulega er að sameinast. Indland er ótal þjóðir. Algjörlega. Þetta voru ótal konungsríki sem töluðu ekki sama tungumálið og annað þess vegna varð sameiginlega tungumálið varð enska og því að fólk sem bjó fyrir norðan og þessi bjó fyrir sunna gátt ekki tala saman því þau töluðu ekki sama tungumálið. Einmitt. Þannig að Þetta er búin að vera á Indlandi? Já. Þannig bara það að sko að fá fólk til að saminast eitthvað, þá var reynt að gera það tungumálið, sko. En svo hafa þeir náttúrulega orðið svo miklu iðnaðarisar. Og þeir eru stórir í lyfjaframleiðslu og þeir eru bara tækni, þeir eru með fullt af tækni þjónustu, þeir eru með svona símaþjónustu fyrir fyrirtæki allan heim. Þannig að Indland er að búa til fullt af störfum fyrir yngri kynslóðina sem er hæfileikarík og kann á tæknin og annað þess að þar og framleiða líka og
og þannig að framleiðslu, hvað við segja, meiri hlutin af framleiðslu vöru framleidd í þessum löndum, þannig að Asíulöndunum. Og á meðan, sko, til dæmis svo, það skipasmíðastöðvar hafa horfið hér á Íslandi, við erum að skera niður búfé, samt besta sem við getum kannski fengið íslenskt kjöt, þar að segja lambakjöt, DNA-ð í okkur þekkir það. Við erum alveg upp á því, kynslóð fram að kynslóð. Og við gerum ekki, við setjum alls konar kvaðir á landbúnaðinn hér á Íslandi að því við erum að fylgja ESB. Ég meina, þeir eru bara með allt öðruvísi samfélagsgerð. Ég veit að Ítalir gerðu uppreist gagnvart þessum reglum með að það mætti ekki vera heimaslátur og þú mættir ekki hengja svínakjötið upp svona til að þurrka það og ég veit ekki hvað og hvað. Þeir hafa bara haldið sínu áfram. Já, það alltaf sko, allavega þegar ég horfa á, að því ég var Evrópusinni þegar ég var ungur. Já. Svolítið eins og ég var mjög mikill sósíalisti þegar ég var ungur. Það þessi klassíska sem oft talað að ef þú ert ekki... Klassíska ferli, já. Ef þú ert ekki sósíalisti þegar þú ert ungur, þá ertu hjartalaus, en ef þú ert ekki orðin kapitalisti þegar þú ert orðin gamall, þá ertu heilalaus. En þú veist, maður, ég veit ekki, einhvern veginn þessar ég var með þessar hugmyndum Evrópusambandið að þetta falleg hugmynd. Þetta verður til eftir stríð og hugmyndin að búa til friðabandalag og einmitt samin Evrópu. Já. En núna þetta bara orðið kerfisbandalag. Þetta bara kerfisbandalag. Þetta bara búrókrasíu, sko það svona svo hugmyndunum stríðslausa Evrópu sem saminuð ákveðin gildi mjög falleg. Já. En núna þetta bara komið með einhverja hrottalega búrókrasíu. Þetta bara, ég myndi nota orðið svarthól. Já. Þetta peningar svarthól. Algjört. Og þú ert með eitthvað fólk út í heimi sem á að fara að taka ákvarðanir fyrir okkur sem hefur aldrei komið hingað. Já. Og það náttúrulega bara, þú veist, þetta svolítið því nær sem þú ert kjósendunum þínum, því erfiðar fyrir að taka rangar ákvarðanir sem stjórnmálumar. Þess vegna held ég að ef þú ert sko sveitarstjóri á Höfn í Hornafirði, þá bara erfitt fyrir að fara í búðinu ef þú ert að gera eitthvað tóma dellu. Já. En ef þú ert eitthvað í Brussel að taka ákvarðanir fyrir Íslendinga, þér alveg sama, sko. Algjörlega. Það engar afleiðingar. Nei. En það líka bara búið til eitt pennastrik sem segir, svona gerum við þetta. Akkurat. Og allir eiga að gera eins. En að nákvæmlega eins og, við höfum talað sko, það ekki sami matur sem hentar öllum. Akkurat. Þá alveg það sama, það ekki það sama sem hentar öllum þjóðum af því við erum mismunandi. Og það hefur að gera náttúrulega fyrst og fremst kannski með landsgæði. Þú veist, hvernig eru landsgæðin, hvernig það umhverfi sem við búum í og hvað þarf það umframan af þess sem við erum að tala með svo fiskveiðarnar okkar, við erum fiskveiði þjóð fyrst og fremst. Einmitt. Og það getur meiri verið við séum ferðamanna þjóð númer 2, en við erum líka eiginlega alveg að afkeyra landið með ferðamannunum. Já, það eru þetta vel í lagt. Ert þú ekki búin að vera að gæta eitthvað? Jú, ég búin að vera í farastjórn fyrir, eða leiðsögumaður fyrir erlenda hópa sem hafa verið að koma hingað. Og upplifir þá að það sé orðið mjög mikil ágangur? Já, ég fór sko sjálf í hringferð með vinkonu mína í sumar, hana og 2 barnabörni hennar. Hún vildi koma og sýna þeim Ísland og og það var bara, þú hittir eiginlega ekki Íslending á ferðamannastöðunum. Þú veist, engir Íslendingar í hvalaskoðum frá Húsavík, nema ég, þú veist, það voru það sama hjá Fossonum og hjá Jökulsárlóni og allt þetta. Það voru ekki Íslendingar, íslenski ferðamenn ekki og mér finnst eiginlega synd, sko, að Íslendingar flýja til útlanda á sumrin á meðan að landi fyllist af útlendingum. Og ég ekki að segja að við eigum ekki vera ferðamannaland og allt það, en ég man eftir því sko að ég fór í ferðamannafræði í háskólanum á sínum tíma, að í kring, ég held ég að við útskrifast 2002 eða eitthvað svo leis, að þá skrifaði ég grein í, að við vorum alltaf ræðum fjölda ferðamanna og annað þessar á þessum tíma og ég skrifaði grein í mokkan og segi, viljum við 1 milljón ferðamenn? Núna erum við með 2, eitthvað, þú veist, og það bara... Þessi þáttur áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.